brettinu, en það ekki flatur stóllinn. Gætirðu deilt svona þínu minningum af mér sem ökumanni? Já, ég fór bara, ég hef, sko, fyrir 20 og eitthvað árum, þá fórum við að rúta saman á bílnum þínum Dolla Dropa. Dolla Dropa? Hvað bygglaði það? Það var eitthvað mínibíl. Rauði bíl? Rauði bíl, Já, þið vorum búin í Hátúni? Já, þau byggum í Hátúni og fórum við að rúta þá? Þá náttúrulega röltandi og svona. Já. Og fórum einhvern rúnt, ég man eftir því og það var bara óa gaman og öruggubílstjóri og skemmtilegur. Ok. Svo bara núna, já, fyrir einhverjum árum, 2013-14, og þá sóttirðu mig heim til mín sem ég heima þá á Langholtsveginum og þú bauðst mér upp í þennan bíl, held ég. Já. Þá fórum við saman á Gay Pride. Keyrðir náttúrulega bílinn öruggum höndum að Hörpu og svo bara ekki að nota þína græður og engar áhyggjur af þér sem bílstjóra. Ok, ég man þarna, við fórum, þegar ég var á sumrun á Íslandi, þá fórum við alltaf í bíltúr og þá fórum við alltaf í bíltúr Reykja. Sigarettur og þarna, og ég man að við keyrðum stundum, ég held manst ekki við keyrðum þarna alltaf framhjá, þarna eitthvað langt í sveit eða, ég minni það var, eitthvað þar, svoleiðis, þarna, við keyrðum alltaf framhjá þarna sem að Erró. Kjarvalsstaði. Það var eitthvað svona stórt, hvítt hús sem að þarna var ekkert í því lengur. Já, það er örugglega Korpúlfsstaðir. Það er svona 3 hús, svona gamaldags, svona svo torfbær. Hvítt, já, það er Korpúlfsstaðir. Ég man eftir því eins og við vorum þar einhvers þar við sjóinn. Vorum eitthvað þar. Ég hef örugglega verið á bíl foreldra minna eða eitthvað. Já, býtu, var þetta ekki svona rauður Toyota eitthvað það? Jú. Er það ekki það? Jú, mamma átti hann, Toyota. Já, ég hef margar minningar, ég man mjög vel eftir þegar Kolbrún, þú átti litla svona rauðan, ég held að bara Nissan bíl. Hann alltaf eftir þessi bíl af því að ég kallaði alltaf þetta svona eins og svona jellybean, að þetta var eins og svona jellybean, svona eldrauður. Hann stóð og svo ég átti heima á Miklubraut og þá fórum við, keyrðum oft niður Laugaveginn. Ég man, þetta var mjög skemmtileg tíma. Svo man ég ekki hvað ár það var. Þegar við ákveðum, við ætlum að fara eitthvað út úr bænum, og vorum á leiðinni, þá varstu komin á stærri bíl. Og vorum á leiðinni alltaf á Þingvöll, sem við vorum ekki viss, við vorum að fara réttu leið. Já, einmitt, ég man eftir því. Og manst eftir því, já. En já, ég held við komum, sko. Við vorum sætt tíma, við vorum farið til Akureyrar, en þetta tók, sko. Minningin mín af þér sem ökumanningur. Já. Hvernig lýsir það sér? Keyrði alltaf í raskatinn á öðrum bílum. Ég var alltaf bara dauðhrædd með þeim. Já. Þetta er svona slæm á taugun. Já. Ég skil. Þess að mér langaði stundum að rífa stýri. Rífa stýri? Já. Ég er svo sem ekki setið með lengi í bílum. Já, þú varst ung. Já, ung og villt. Ung og villt. Já. Blótandi. Já. Mönnum hægri vinstri. Já. Þannig manstu eftir mér hvað? Á rauðabílnum, litla? Opelnum. Já. Þú nefndi samt aldrei að skuttla mér á þessa hvíta bílnum þegar ég var úlingur. Ertu að meina það sem ég get fyrsta bílnum minn? Nefndi aldrei að skuttla þér? Akkur ekki? Ég veit ekki, svo lög? Ég bara ekki. Já. Kannski spara bensín eitthvað, ég veit það ekki. Ég man eftir rauða, svo Opelnum, svo fórstu yfir græna. Já.
Toyotuna. Þú veist alltaf svona, þú veist, eins og kerra aftan í bíl, þú veist. Keyrir svona nálægt bílum. Finna óþægilegt. Já. En var eitthvað jákvætt? Og keyrði ekki að hratt hérna á milli Selfoss Selfoss og Reykjavík. Keyrði hratt? Já, keyrði frekar hratt. Þú upplifði sem sagt hrædda í bíl? Með þér? Já. Kannski, já, þetta ekki. Ég náttúrulega hrædd með öllum í bíl. Öllum í bíl, þannig það ekkert að marka. Ekki mig. Nei. Ég bara að keyra sjálf. Þannig hún man engan góða minningar með mér í bíl. Jú, kannski eitthvað. Svona eru systur vestar, hvor annar ég skil. Ég skal muna þetta. Get your motor running. Head out on the highway. Þú ert hvað, 23 ára? Já. Og ertu með bílpróf? Ég ekki með bílpróf. Hvernig ferðastu þá, milli staða? Ég bara með öllum öðrum leiðum. Oft með strætó og ég á samt bíl með Birta Kerir með stundum. Og svo bara, já, lifið til þannig lífið að ég ekkert átt að fara neitt. Þess bara mikið á háskólasvæðinu, þar sem ég bý. Hvað heldur myndi breyta fyrir að vera með bílpróf? Það er þægilegt, þegar geti ég tekið bara bílinn og bílinn til vinnu og ekki fara eitthvað að skutlast mér Hefurðu pröfað að keyra? Ég prófaði að keyra, já. Hvernig finnst þér það? 4 sinnum með eitthvað. Þetta alveg verið skemmtilegt að vera við stjórnvölinn, en það líka ókveikjandi einhvern veginn. Skemmtilegt að vera við stjórnvölinn, ókveikjandi. Hvað er ókveikjandi? Því maður á svaka ferð í einhverju málmlungi og fólk í kringum mann líka á svaka ferð og það veit ekkert hvað fólk að pæla endilega. Geturðu deilt minningu þinni mig sem ökumann? Svona, ég man ekki beint eftir einhverjum ákveðnum tilfellum að sem þetta keyra fyrst minningin er bara að þau vorum að ífa hjólastólinn upp í skottið með krananum á þessum græna jafnlingi. Já. Var ekki Toyota eða? Jú. Svakalega krani. Jú, ég man, þú varst mjög góð að bakka. Nú. Ekki í stæði. Ekki góð að bakka í stæði? Jú, þú varst mjög góð í því. Nú. Já. Þú sagði það allan sjálf. Ég veit ekki hvort ég átt að hvað þetta miða við. Nei. Jú. Já, já. Þannig þú verður geta unnið á lager á forkliftara. Eða vörubílstjóri. Já. Já, bara, ég veit það ekki. Bara kerðir, sko. Ég veit ekki alveg hvað ég að segja. Varstu ekkert að pæla í því? Þú varst barn. Nei. Hvernig bílstjóri finnst þér ég að vera? Ég allavega fyrstir alveg, sko. Ég fann einhver fyrir óörygginu fyrir bíl. Einstaklingun á Íslandi að keyra svona mikið sér um bíl. Ég er að tala við eitthvað frægan. Já. Vá, já, mér myndi það nefnilega. Þú varst svo fyrsti. Já. Já. Ég veist það var svolítið gott að hafa stjórnvölinn og líka, þú veist, ég veit hvað er best að fara í umferðinni, sko. Skiptum akkur núna og svona, þú veist, nú er best að fara þarna og en þú veist, þegar ég ekki gera þá
þá alveg ég svolítið mikið að segja til. Já. Aftursætis bílstjóri, sko. Já, ég svolítið hrædd að ég verði þannig, sko. Af því mér finnst ég vera svo góð bílstjóri. Já, einmitt. Já. Ég er það líka. Já, þannig að, en svo finnst mér líka bara gaman að keyra. Ég finn alveg fyrir því að ég er ekki eins, að því maður fer alltaf aftur, sko. Já. Og, þú veist, það kemur alveg að því að ég hætti að keyra örglega, sko. Já, einmitt. Ég held að ég ekki eftir að fá mér annan bíl eftir hennar, sko. En það er samt svona líka svona ákveðið ferli að því þetta er eitthvað geta sem þú hefur gert. Þetta er svo mikið hluti að þér að hafa keyrt frá þú 17 ára. Þá er maður svona líka svona ákveðin svona leiður, hvenær verður mín síðasta ökuferð, svona dramatískt, skilur. Hvernig myndir upplifa að fara að hætta að keyra? Veist, ef þú myndir segja kannski eftir 2 ár eða bara, hvernig heldur það væri svona þessi tilfinning? Já, þetta er svolítið sárt, sko. Við erum að taka á manni ákveðið frelsi, sko, þú veist, það er bara, þetta eru bara þessi litlu hluti, þú veist, að geta ákveðið ráðið ferðinni, sko. Já. Þó þú væri með aðstofmann sem að væri að keyra, það er svona, það er samt ekki alveg að sama. Nei. Ég get valið hvaða stæði ég leggi í fyrir utan Costco. Já. Þú veist, hann séð og ég, eða eitthvað. Já. Það er auðvöldara heldur en að koma þetta skil, herru, sér stæði þarna, þú veist, fara að lýsa því eitthvað. En þetta er svona, veist, ég man, afi minn hann fekk Parkinson og hann þurfti að hætta að keyra, hann var strætisvagnabílstjóri. Hann hætti að keyra, að vinna við það, en svo var hann áfram að keyra og hann var svolítið svona hættulegur að keyra. En það er svona öðruvísi þegar aðrir að segja, já, þú verður að fara að hætta að keyra, þetta er að vera hættulegt, en honum fannst svo erfitt að fara að hætta að keyra. Að ég man alltaf eftir, sko, en svo þegar maður sjálfur í þessum sporum, þá bara svona, já, fólk kannski skilur þetta ekki alveg. Og þetta er kannski ekki mikið talað þetta. Þú veist, þetta er eitthvað svona ferli sem fólk fyrir gegnum og náttúrulega missir ökuskýrt í rauninu, kannski myndi ég ekki missa ökuskýrtinu heldur, er ég í rauninni að missa kannski ökugetuna eins og útbúnaðurinn í dag á bílnum, sko, en svona andlega myndi ég alveg ráða við að keyra og allt svoleiðis og kannski alveg með þessu joysticki, en mér finnst það bara svona aðeins svo mikið bara fyrirhöfn. Ég fór í ökumat, sko, 2014 þegar ég hætti að geta gengið og þá var svona spurning, ég var líka að skipta um bíl, hvort ég ætti að hætta að keyra þá eða hvað, þá fór ég í ökumat og ákvaða að prófa að létta stýrið, sko, láta létta stýrið. Og mér fannst það mikill munur þegar ég fekk þann bíl haustið, þar sem ég er á núna. En svo hefur styrkurinn í höndunum verið að breytast alltaf svona hægt og hægt. Þannig að ég hugsaði bara, ok, hvað næst? Ætla ég að fara út í svona mikla breytingar á bílum að fá svona stýrispinna. Og svo líka breytir það þegar maður er með aðstoð, hvað sem eiginlega næsti alltaf, og þá hugsaði bara, á ég það ekki bara hægt að keyra, þá get ég bara verið alltaf full í bílum eins og sannur listamaður. Þú veist, ég verið að grínast með þetta svona. Að sjá hvað jákvæðar hliðar á þessu. Ég er náttúrulega farin að beita mér, sko, og nota ákveðna tækni, sko, þegar ég er að snúa stýrinu og svona í hringtorgum og svona. En svo stundum þegar ég er að bakka, þegar bíllinn er kyrstar og ég er að fara af stað og ég þarf að fara að bakka eitthvað mikið og snúa mikið stýrinu, þá þarf ég ofta að láta aðstoða mig við það, því ég þreytist bara við það. Þannig að ég hugsa bara svona, já, þetta er kannski að verða svolítið svona risky business, sko. Þú hefur verið að keyra svona sérútbúinn bíl með svona stýrispinna, ekki? Já. Hvenær fékkstu svoleiðis bíl? 2016 eða. Ok. Ég var ekki eins góður að keyra eins og fyrirslið, ég var alltaf bara ágætis ökumaður og þannig, þannig að maður þurfti aðlaga bara akstursvenjurnar af því, bara að keyra aðeins hægar og fara varlega bara. Þannig að varstu búin að vera að keyra
Þú slasaðist, hvað varstu gamall þú slasaðist? Slasaðist tæplega 21 árs, þannig ég var búinn að vera að keyra í svona tæplega 4 ár. Já. Og fékkstu svo bílinn nokkur árum seinna eftir slysi? Já. Já. Svona 3 árum eftir slys. Já. Ég fór að láta aðstoða fólki keyra. Það var náttúrulega bara, að því að ég var svo þreyttur að keyra, þannig að ég var miklu betra, mjög gott að sleppa við að keyra það. Og svo bara það endar á því að fyrir svona 1,5 ári síðan eða eitthvað, og þá hætti ég bara að keyra, en ég hef fyrst að síðan það. Þannig að þetta verið svona kannski minna, svona bara, kannski ekki sjokk eða eitthvað svona bara svona verið ákveðin svona stigmagnandi bara, já, nú hætti ég nenni þessu ekki. Já, ég er alltaf með NPA með mér. Já, þannig að saknar að keyra bílinn sjálfur? Nei, ekki sérstaklega. Nei. Þetta er búið að vera svo leiðilegur bíll. Ég saknaði þess að keyra fyrir slysið. Þetta maður verið ekki komið með sjálfkeyrandi bíl eftir nokkur ár. Áa. Setja kannski Vil taka þetta alla leið? Ég ekki alveg svo bubbi kannski. Það er að koma bíl. Verður að stoppa. Góðveldi.
komin eftir nokkrar mínútur. Ok. Ég bara að leggja og kem út úr lyftubílnum. Ok, viltu ekki bara hringja mig þegar þú stærlega vera komin? Ok, jú, gerum það. Ok. Bye. La. Þetta kemur la. Dankeschön. Já, já. Þetta ekkert langt sko. Nei. Þetta bara smá stingur. Það til að verða upp á höfnum sko.
Kemur blóðið það? Já. Hvað erum við í tölu 1? Hvað segir þú? Erum við í tölu 1? Fyrstu tölunni? Já. Nei, ekki alveg. Ég trúi þessu ekki. Þetta var nú ekki neitt, sko. Ha? Ég held þetta ætti að vera eitthvað svo rosalega kvalafullt. Nei. Finito. Heldur betur. Svona? Ég er bara svona meira. Það get ekki hægt, nei. Hvernig er þetta aftan á, Kristín? Mynd? En ef það er sjálfkeyrandi bíl? Ég myndi örugglega bara kaupa Tesla þá. Bara keyra. Byrjum með. Er það alveg sjálfkeyrandi bíl? Þú getur keyrt. Það er út úr bílskotnum að þess að vera inni í þeim. Þær keyra bara sjálfar. Þú getur bara raunin láta að keyra fyrir þig. Ég fatta ekki þetta. Hvað vissin þetta á mig? Kaupa Tesla. Þetta er framtíðin. Já. Það hljóta að koma Tesla í hjólastólabíla frá. Akkur ekki? Þannig þetta er kannski bara ekkert svo sorglegt. Þetta er bara framtíðin. 0, 1, 0, 0, 0, 6, 6, 2, 1. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all of your guns at once and explode into space.